Kæru vinir, við komum bjartsýnin í árið 2020 og vissum að við höfðum lagt grunn að bjartri framtíð. En þrátt fyrir það þá hófst árið með snjóflóðum fyrir vestan og undir lok árs komu aurskriður fyrir austan. Árið að öðru leyti hefur verið markað af áhrifum heimsfaraldurs kórónuveirunnar sem tók land á Íslandi í lok febrúar. Þannig hafa óviðráðanlegir atburðir reynt á samtakamátt og þolinmæði okkar allra. Og það sem stendur upp úr nú við lok árs einmitt það. Samtakamátturinn, æðruleysið, samstaðan. Framlínufólkið okkar hefur staðið í ströngu allt árið og af þeim megum við vera stolt. Og ég segi alveg eins og þau mega vera mjög stolt af sinni frammistöðu. Á þessu ári tók orðaforði okkar kipp. Hver hefði trúað því í upphafi árs að okkur væri orðið tamt svona undir lok árs? Að nota orð eins og smitrakningarteymi eða heimkomu smitgátt, grímuskylda. Þetta nú ekki orð sem að maður sá fyrir að myndi mikið reyna á árinu. En það á árum eins og þessu sem það rennur upp fyrir okkur hve mannleg við erum eftir allt saman. Jafnvel þótt við teljum okkur vera með öll svör á reiðum höndum, að þá nú lífið sjálft alltaf hinum megin við hornið, tilbúið að kippa okkur niður á jörðina á ný. Við sem byggjum þessa eyju höfum hins vegar langa reynslu af því að það skiptast á skinn og skúrir. Þetta reynsla kynslóðanna og sú bjarta framtíð sem við horfðum til í upphafi árs snerist þess vegna aldrei bara það að allt myndi ganga okkur í haginn, heldur að jafnvel þótt svo yrði ekki, þá höfðum við gert ráðstafanir, búið í haginn ef svo skyldi ekki vera. Við greiddum niður skuldir og við sýndum fyrirhyggju. Þetta gerðum við, söfnuðum forða og styrktum innviði. Á þeim grunni gátum við sagt strax í upphafi árs að við ætluðum að bregðast við af krafti. Gera frekar meira en minna, þetta gátum við sagt með sjálfstrausti. Við ætluðum að standa með fólki og fyrirtækjum. Verja heilsu landsmanna og lágmarka efnahagslegan skaða. Undanfarna mánuði höfum við kynnt hátt í 20 úrræði, hlutabætur, styrki, fresti á greiðslu opinberra gjalda og svo mætti lengi telja. Allt stjórnkerfi okkar má segja að hafi verið helgað smíði og framkvæmd þessara úrræða og þau þegar farin að hafa verulega mikil og jákvæð áhrif. Við höfum varið velferðarkerfin, stór aukið stuðning við nýsköpun og við erum að umbylta opinberri þjónustu með stafrænni tækni. Við erum einnig í miklu fjárfestingaátaki. Áramót lækka skattar á laun og ekki fyrsta skipti á kjörtímabilinu. Tryggingagjaldið lækkar tímabundið og fjármagnstekjuskattur verður sanngjarnari. Þetta mikilvægir áfangar. Leið og við verjumst í heimsfaraldri erum við þannig að sækja fram, búa okkur undir framtíðina. Við verðum með þessu sterkari, við verðum með þessu grænni, við verðum sjálfbærari. Og það sem mestu skiptir, við erum að leggja grunn að hamingjusamara Íslandi. Og þegar við lítum öxlum áramót, skulum við einmitt muna eftir góðu stundunum. Það geta verið ferðalögin sem við fórum fallega landið okkar. Gæða stundir með okkar nánasta fólki eða jafnvel persónlegir sigrar, persónleg afrek. Ég náði þeim áfanga á árinu eins og ég hafði reyndar lofað að verða 50. En hæst ber þó auðvitað þegar ég tók við nýja hlutverkinu þegar afi Bjarni var kynntur til sögunar í apríl. Þá eignaðist ég lítinn fallegan afastrák og reynda nafna sem mér þykir óendanlega vænt um. Og það voru nú fleiri fleiri fjölskyldu viðburðir á árinu. Hérna kynnum við til sögunar Bó sem orðinn pabbi í fyrsta sinn. 4 litlir strákar komu í heiminn fyrir ekki löngu síðan. Þið sjáið gleðina sem að þetta hefur fært honum. Það fer ekki fram hjá neinum. Kæru vinir, brátt birtir til.
Daginn fór að lengja á ný fyrir 10 dögum síðan og á næstu mánuðum vitum við að það mun líka birta til í efnahags- og sálarlífi þjóðarinnar. Fyrstu Íslendingarnir voru bólusettir í vikunni og við sjáum þannig loks fyrir endan á verkefninu. Við erum farin að sjá til lands. Framundan endurreisn hagkerfisins. Í áranna rás hefur okkur ávallt tekist að brjótast út úr erfiðum aðstæðum og koma tilbaka sterkari. Ísland ekkert meira og ekkert minna en fólkið sem landið byggir. Fólkið sem hefur með dugnaði, sköpunargleði og þrautseigju gert litla afskekkta eldfjallaeyju að einhverju farsalasta velferðarsamfélagi heims. Þetta samfélag þar sem allir fá tækifæri til að freista gæfunnar og rækta hæfileika sína. Það fallegt samfélag. Ísland þegar öll á botni hvolft land tækifæranna og með sama dugnaði, með sömu framtakssemi og með sömu elju og við höfum ávallt sýnt verður næsta ár líka ár tækifæranna. Það okkar að grípa þau. Kæru vinir, gleðilegt nýtt ár.